Árið 1968 var ár mikils umróts á innlendum og erlendum vettvangi. Á Vesturlöndum settu mótmæli gegn hvers konar hernaðarátökum öðru fremur svip á árið. Þar bar mest á andstöðunni við stríðsreksturinn í Víetnam. Sjaldan hefur ungt fólk verið jafn virkt í atburðarásinni. Stúdentaóeirðir víða á Vesturlöndum náðu hámarki í París. Það reistu stúdentar götuvígi og slógust við lögreglu vikum saman. Verkamenn fóruð að fordæmi þeirra og stofnuðu til allsherjar verkfalla svo var komið að ríkisstjórn landsins riðaði til falls. Áhrifa þessarar ólgu æskufólks á Vesturlöndum byrjaði að gæta á Íslandi þetta sama ár og birtust meðal annars í mótmælum gegn ráðherrafundi Atlantshafsbandalagsins. Þar fóru námsmenn þó ekki fremstir í flokki. Vorfundur utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins var haldinn í fyrsta skipti í Reykjavík dagana 24. og 25. júní. Fundarsetningin fór fram í Háskólabíói að viðstöddum mörgum gestum. Til fundarins mættu utanríkisráðherrar allra aðildarríkja bandalagsins sem heimangengt áttu, svo og Manlio Brosio, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins. Auk ráðherranna og fastafulltrúana sem sátu fundinn kom hingað til lands margt af starfsliði bandalagsins í Brussel og mikill fjöldi erlendra blaða, útvarps og sjónvarpsmanna. Aðal umræðuefni fundarins var ástand alþjóðamála, ástandið innan bandalagsins, bann við útbreiðslu kjarnorkuvopna, framtíðarstörf og hlutverk Atlantshafsbandalagsins og takmarkanir þær á flutningum og ferðalögum til og frá Vestur Berlín sem Austur Þjóðverjar höfðu þá nýlega komið á. Einnig var á fundinum rætt aukinn herskipaflota Sovétríkjanna á Miðjarðarhafi. Ráðherrafundurinn var haldinn í hátíðasal Háskóla Íslands og í anddyri háskólans var strangur öryggisvörður meðan á fundinum stóð. Það bar til eftir setningu ráðherrafundarins að hópur fólks með mótmælaspjöld settist á háskólatröppurnar til að mótmæla þessum fundarhöldum í háskólanum. Vildi hópurinn ekki víkja þaðan þrátt fyrir tilmæli lögreglunnar en fólk þetta hafði fengið leyfi til að halda fund í Vatnsmýrinni fyrir austan skólann. Ruddi lögreglan þá tröppurnar og voru tæplega 30 manns handteknir en enginn slasaðist alvarlega í þeim átökum sem þarna urðu. 68 stendur fyrst og fremst fyrir æskulýðs uppreisn sem varð á þessu ári og það sem losnaði spennu sem hafði verið að hlaðast upp alla þennan áratug og það sem ungt fólk var að gera uppreisn gegn hefðum og gegn valdboði foreldra og eldri kynslóðar en það tók á sig svona pólitíska mynd á þessu ári 68 og stúdentar hafðu þar svona frumkvæði og stúdenta uppreisn varð allan vestræna heim. Hinn vestræna heim segir þú, hversu fljótt fóru áhrifin að berast til Íslands? Hvað voru Íslendingar fljótir að taka við sér? Þeir tóku nú illa við sér 68 því að þá gerðist nú það að NATO bað háskólanum að fá lánaðan húsnæði skólans fyrir toppfund og fékk það og stúdentar mótmæltu mjög lítið sem ekkert en það voru hópar utan háskólan sem tóku þátt í mótmælum og settust meðan sér á tröppunar með borða og spjöld og mótmæltu stríðsrekstri Bandaríkjanna í Víetnam og hernum og NATO sem fyrirbrigði og voru fjarlægðir af lögreglunni. Það hefði ekki komið til pólitískra átaka hérna eiginlega frá því 49 þegar Íslendingar gengu í NATO. Þangað til þetta vor, fyrst á hádaginn þegar heimsókn NATO-skipa var mótmælt og svo hér. Og svo urðu fleiri átök þetta ár sem kannski náðu hámarki á Þorláksmessu þar sem var bókstaflega slegist í miðborg Reykjavíkur. Og 2 dögum áður hafði komið til átaka á Austurvelli að loknum fundi fylkingarinnar og félagsróttækra stúdenta. Og þar voru ýmsir handteknir þegar í stað og settir inn í lögreglubíla en ég komst hingað út á Austurvöll og líklega á þessum stað þar sem að ég stend akkurat núna að þar kom til mikilla stimpinga og í þessu stimpingum að þá tóðst ég undir og gerði nú það sem að fólk gerir yfirleitt. Reiknaði með fyrir að treðst undir og ég svona reyndi allavega að forða því að væri troðið á hann andlítinu á mér og var sagt síðar að ég hefði sparkað þarna í lögregluþjón mjög ógætilega en ég veit nú ekki meiri það mál. En hins vegar eftir þessar stimpingar þá stóð ég upp og ég man það greinilega að einhverju lögreglumenn gengu hérna í burt og ég æpti eftir þeim fasistar eða eitthvað annað álíka. Og þá var það einn sem að sneri sér eldsnöggt við og greip upp brot af fánastöng sem hafði verið brotin að mér rétt áður og lamdi mig hér í höfuðið eins og reyndi að sjá má ennþá. Magdalena Schram varð stúdent þá vorið þó hún var ekki virkur þáttakandi í atburðum varð hún fyrir áhrifum.
Já, mér finnst að það hafi verið svona, þessi gerjun hafi verið meðal annars hjá okkur stelpunum. Og það nú kannski svona ekki bara í gríni þegar maður segir að það hafi verið minna trúlofanir þetta vor. Við vorum, mjög margar af þessum stelpum sem voru stundum mér hafa farið í mikið langskólanám og orðið doktorar í alveg ólíklustu fögum. Og þetta verið ekki það var alls ekki hægt að kalla þennan árgang af stelpunum verið þar í biðstar hjólabandsins eins og ykkur leiði sér að segja MR 10 árum áður, skilur. Það við vorum allar á leiðinni eitthvað. Það hafði verið að gerast svo þróun að það var ekki frjálsræði meðal ungs fólks og sem var að endurmeta þetta ríkjandi viðhorf á meðan valdastofnanir samfélagsins breyttust lítið sem ekkert og það var mikil stöðnun í yfirbyggingu samfélagsins. Og þessi stífla, hún brast 68 og hún hefur ekki verið byggð upp aftur á sama hátt og þess vegna er ekki hægt að búast til sams konar sprengingu aftur. Verkfall hófst á miðnætti aðfaranætur 3. mars og eins og að vanda lætur áttu þetta verkfall sér mikinn aðdraganda. Það mikinn að menn höfðu allangan tíma til þess að búa sig undir það meðal annars að hamstra bensín á bíla sína. Enda leið að því að bensín varð ófáanlegt eins og reyndar margt annað. Eftir að verkfallið skall á var erfitt að fá ýmsar vörur í verslunum, allir aðflutningar til borgarinnar teftust, svo á til þeirra staða annarra sem verkfallið náði til. Mjólkurflutningar frá framleiðendum stöðvuðust og urðu margir að grípa til þess ráðs að hella mjólkinni niður, en þeir sem best voru settir skildu og strokkuðu heima hjá sér. Einna alvarlegast varð ástandið á sjúkrahúsum, en þar voru starfstúlkur í verkfalli. Varðum hríð að stórfækka sjúklingum ríkisspítalana í Reykjavík vegna verkfallsins. Samgöngur voru allar drepnar mjög í dróma, allt áætlunarflug innanlands stöðvaðist, afgreiðslur flugfélagana voru auðar og tómar og fjöldi skipa safnaðist saman í höfnum. Í Reykjavíkurhöfn einni höfðu 16 vöruflutningaskip stöðvast þegar verkfallinu lauk. En öll él styttur upp síðir, aðfaranótt 18. mars var aflýst verkfalli 20.000 manns að tilskildu samþykki félagana sem að venju fékkst og undirrituðu forsprakkar atvinnurekenda og verkalýðsfélaga samkomulagið með venjulegum fyrirvara. Það hlaut sitt samþykki og hélst vinnufriður út árið á grundvelli þess en í árslok þótti aftur óvænlega horfa í atvinnulífinu. Þegar við Edda höfum verið að skoða annála liðin ára hefur það vakið athygli okkar hve fréttir af vinnudeilum og verkföllum taka mikið rúm. Margir af þeim mönnum sem fyrir 20 árum voru í fararbroddi hreyfinga verkalýðs og vinnuveitenda eru ýmist hættir störfum eða horfnir yfir móðuna miklu. Einum bregður þó fyrir í mörgum fréttamyndum og er enn starfandi á fullum krafti en það er Guðmundur J. Guðmundsson, formaður Dagsbrúnar. Hann hefur starfað innan verkalýðshreyfingarinnar í 45 ár. Í 27 ár hefur hann verið varaformaður og formaður Dagsbrúnar og hann er formaður Verkamannasambands Íslands. Við fórum á hans fund til að inna hann eftir því hvort dregið hefði úr hinnu hörðu verkalýðsbaráttu fyrri ára. Hér á landi hefur ekki komið til allsherjar verkfalls í 11 ár og því spurðum við Guðmund J. hvort verkfallsvopnið væri ekki lengur eins beitt og það var fyrir 20 árum. Nei, ekki með þessum mæli, þessi allsherjar verkfall. Og verið sjómannaverkfall og það verið verkfall einstakra félaga. En ekki svona breið fylking eins og var. Þessi verkfall sem voru svona frá 42 og alveg til 77. Það voru svo stóri draumar á bakvið þetta betra þjóðfélag, meira réttlæti. Það voru stórfelldar þjóðfélagsumbætur, almannatryggingar, barnabætur, atvinnuleysistryggingar, sjúkra og orlofssjóðir, lífeyrissjóðir en það er komið meira af þessum kaupkröfuklúbbum sem ég kalla. Það er afmarkaðir hópar með ákaflega sterka aðstöðu í þjóðfélaginu. Yfirleitt frekar sérhæfðir og sérmenntaðir menn. Staða verkalýðshreyfingarinnar hefur hún veikst? Já, hún hefur veikst, því miður. Nú Guðmundur, við getum ábyggilega að tala lengi þetta mál en nú vil ég að við vendum okkar kvæði í kross og ég fái að spyrja þig spurningar sem að hefur farið ákaflega hljótt og verið pískraðum. Er það rétt að þú sért fyrirmyndin að Chris líkneski því sem að Einar Jónsson myndhöggvari gerði og stendur í Hallgrímskirkju? Allt grefur það nú upp.
Já, ég vann við það í 6 vikur að vera fyrirmynda Jesú Kristi á dagsbónadagsdag hjá Einari Jónssoni. Og það er líkneskeri Hallgrímskirkju. Af hverju valdi hann þig? Varstu svona vel á því kominn, líkamlega, hver var ástæðan? Ég var nú með annað og betra vaxtalag, ég var 18 ára gamall og hann var lengi búinn að vappa þannig að ég var að vinna þarna í garðinum hjá honum. Hann var lengi búinn að vappa þarna, skoða menn, þetta var sumarleyfi, haustleyfi, við vorum naktir að beltistað. Allt í einu röltan til verkstjórans og svo bent á mig. Og verkstjórinn kom til mín og sagði að hann vildi fá mig sem módel. Já, maður veit ekki að ég hrökk aðeins við þegar ég var settur upp á stall, sérstaklega stellingar svona. Og það var Jesú Kristur sem fyrirmyndi. Segðu mér, ert þú trúaður maður? Hafður gaman að þessu, ertu stoltur af því að vera fyrirmyndin? Já, ég er það. Þetta var ákaflega skemmtilegar vikur. Þetta var nú ekki 8 tímar á dag. Gaman að fylgjast með hvernig hann vann, kynnast honum. En Guðmundur Jóð og Kristur, eiga þeir eitthvað sameiginlegt? Hefur þú tekið mark á hans boðskap og farið eftir honum? Ekki veit nú hvað ég hef farið eftir honum, ég virði þann boðskap mjög. En mér hef nú aldrei tekist að vera neitt messías. Hafísinn setti mjög svip sinn á fréttir sjónvarpsins allan fyrir hluta ársins. Strax á fyrstu dögum ársins var þessi mynd tekin norður á Siglufirði þegar hafís rak þar inn í fjörðinn og olli miklum spjöllum á hafnarmannvirkjum bæjarins. Ísinn kurlaði bryggjustólpa og ruddi brott síldarsöltunarplönum. Margir hugguðu sig við máltækið sjaldan er mein að miðsvetrar ís, en því miður var þetta aðeins fyrirboði þess sem koma skildi. Ísinn lónaði að vísu öðru hverju frá landinu, en kom jafn harðan aftur uppað þegar vindátt var norðlæg og töfðust mörg skip mjög vegna þess að siglingaleiðir lokuðust, en engin slys hlutust af, aðeins minni háttar skemmdir á skipum. Landhelgisgæslan fylgdist mikið með hafísnum og starfsmenn hennar aðstóðuðu mörg skip með því að leiðbeina þeim úr lofti og hið sama gerðu til dæmis þeir Björn Pálsson og Tryggvi Helgason. Sem fyrr segir veitti Landhelgisgæslan margháttað aðstóð með leiðbeiningum, en eitt varð skipanna, Albert, lokaðist nokkur tíma inn í ísnum á Norðfirði og skipverjar notuðu tímann til þess að mála og snurfusa skipið. Þann 14. maí fylltist Hornafjörður af hafís, en það hafði ekki gerst síðan árið 1913 og nokkuð síðar sáust hafísjakar úr Öræfum og allt vestur að vestur Skaftafelssýslu. Var jafnvel það rætt í fullri alvöru að hafísinn kynni að sjást á Kambabrún, en úr því varð sem betur fór ekki því hlýir suðlægir vindar tóku að blása og ísinn rak brott. Norrlendingar losnuðu samt ekki við hann fyrir mitt sumar og þegar mánuður var að sumri lokaðist Sauðárkrókshöfn gjörsamlega af ís. Jóhannes Proppe deildarstjóri hugsar ætíð hlýlega til ársins 1968, meðal annars vegna þess að þá áttu þau hjón 20 ára brúðkaupsafmæli. En það sem er kannski merkilegst í mínu lífi er það að það ár hætti ég að drekka. Fór ég að vera ódrukkinn, einn dag í einu. Bjargaði það kannski hjónabandinu þínu? Alveg örugglega. Enda líka erum við búin að vera núna 40 ár, einmitt í ár. Í vor, í apríl. Hvernig var þetta þarna 68? Settu þér stólinn fyrir dyrnar og sagði nú hættu þú að drekka, Jóhannes, eða við skiljum kannski? Nei, hún sagði mér ekkert að hætta að drekka, hún sagði bara nú skiljum við. En þá fórum við til pressins og hann benti mér á leið út úr þessum ógöngum. Benti mér á félagsskap sem var þá nýbyrjaður að hafa fundið þarna í kirkjuhúsinu.
og ég naut aðstoða þeirra og það var nóg. Hvaða félagsskapur var þetta? Það er aðalsamtökin. Og síðan hefur verið virkur aðamaður. Já. Þannig að 68 er farsælt ár í þínu lífi? Mjög farsælt ár, mjög farsælt ár. Unnur, Já. væri þið Jóhannes gift ef ekki hefðu komið til 1968? Nei, ábyggilega ekki því að við vorum að skilja. Þannig að þetta ár er merkilegt í endurminningunni? Já, mjög svo. Getur þú hugsað þér lífið núna eða hefur eitthvað tíma veltið fyrir þig hvernig lífið væri ef þetta hefði ekki komið til? Nei, ég hef nú ekki gert það en ég býst við að það hefur verið allt öðruvísi líf, allra vegna barnanna og allra. Og þetta endaði mjög vel. Nú eigið þið 40 ára brúðkaupsafmæli í ár. Hvað kallast svoleiðis afmæli? Það er rúbín. Sæunn Þorleifsdóttir, 5 barna móðir, amma og dagmamma í Reykjavík, á líka hlýjar minningar árið 1968. Þegar aðeins 9 mínútur voru liðnar af þessu umræta ári, fættist henni drengur, fyrsta barn ársins. Hann átti ekki að koma fyrir eftir 20. janúar, en hann þurfti að flýta sér. Og úr þessu var mikið mál og þá komu myndir af ykkur í blöðum? Já, já. Það kom frá Morgunblaðinu og Vísir sem var þá. Var þetta ekki stór og myndalegu strákur? Jú, hann var tæpa 16 merkur og 55 centimetrar. Og hvað varð svo drenginn? Nú er hann fjarverandi því miður, fjarri góðu gamni. Já. En að hverju snýr hann sér? Nú er hann 20. Já, hans aðal áhugamál eru hestar. Og hann vinnur mikið við það. Það er nokkuð sameiginlegt áhugamál, ert þú hestakona? Nei, ég er ekki hestamanneskja. Ég er frekar hrædd við hesta. Þeir eru fallegri hæfilegri fjarlæg. Sæunn, nú skilst mér að þú hafi mist manniðinn. Einmitt. Fyrir 10 árum. Já. Var ekki erfitt fyrir þig að ala 1 upp 5 börn? Já, það var nú orðið fullorðið. Þannig að hún var orðin 20, elsta. Og var nú reyndað með barnið sitt heima. Og svo önnur, hún var næst elsta, hún var trúlofið. Svoleiðis að þetta, þetta hafðist og þetta hjálpaðist alltaf. Og þetta bara gekk svona, eins og bara gerist og gengur. Svona lokum Sæunn, drengurinn sem fættist þarna í upphafi árs 68. Já. Hefur hann nokkra sérstöðu hjá þér umfram hinn börnin? Ég veit það ekki. Nei, það held ég nú ekki. Jú, sennilega hefur hann látið meira eftir honum. Ef maður fyrir að hugsa aftur í tíman. Þá hefur hann sennilega, hann er yngstur? Já. Og það var degrað við hann þegar hann var lítill. Af sískjunum líka. Því það var nú svo ef hann var skammar af þessari þá kom hinn og huggaði hann og alveg öfugt. Og þetta er nú bara staðreynd að þetta gerðist. Svoleiðis að þetta hefur verið degur barn sennilega. Hinn 27. maí breyttu Íslendingar yfir úr vinstri umferð í hægri og er ekki hægt að segja að sú breyting hafi verið óumdeild. Breytingin átti sér langan aðdraganda og margar vikur fyrir hana voru allskyns breytingar á gatna- og vegakerfin undirbúnar, en það þurfti til dæmis að flytja 5.590 umferðarmerki, þar af 3.090 á vegum vegagerðarinnar. Langflest þessara merki voru flutt leið og breytingin tók gildi en allmörg voru sett upp eða flutt áður. Mikil áhersla var lögð á umferðarfræðslu meðal annars í skólum landsins og sérstakir erindrekar ferðuðust allt landið og fluttu fyrirlestur og sýndu myndir, auk margháttaðra fræðslu í blöðum, útvarpi og sjónvarpi. Það voru margir sem lögðu nótt við dag sólarhringinn 27. maí. Þá nóttina þurfti að leggja síðustu hönd á gatnamerkingar í höfuðborginni og umferð var því nokkuð tafsöm en fjöldi lögregluþjóna var við umferðarstjórn og leiðbeindi vegfarendum. Klukkan 3 nóttina gekk svo í gildi almennt umferðarbann og máttu þá engir aka vélknúnum faratækjum nema þeir hefðu til þess sérstaka undanþágu sem voru veittar vegna starfa við breytinguna sjálfa og auðvitað þeim sem unnu að löggæslu og öðrum öryggismálum. Umferð var orðið mjög lítil þegar leið á nóttina og klukkan 10 mínútur fyrir 6 gekk algert umferðarbann í gildi. Klukkan 6 voru bifreiðar svo komnar yfir á hægri vegarhelming og máttu þá þeir hefja akstur að nýju sem undanþágur höfðu. Framkvæmdanefnd á hægri umferðar skipti yfir á hægri vegarhelming fyrir framan útvarshúsið að Skúlagötu 4.
Fólk hafði verið hvatt til þess að fara strax út að aka þegar almenn umferð var leyfð að 9 klukkan 7 að morgni og varð fólk við þeim tilmælum á þann veg að aldrei mun meiri umferð hafa verið götur höfuðborgarinnar og myndaðist þar víða algert umferðaröngþveiti en allir gerðu sitt besta og enginn flýtti sér of. Sömu sögu að segja annars staðar af landinu. Talið að kostnaður við breytinguna muni nema tæpum 70 milljónum króna þegar öllur á botni gott. Umferðin hefur gengið vel fyrsta hálfa árið eftir breytinguna. Fyrstu 26 vikurnar urðu alls 2417 slys í umferðinni og það 100 færri en á samsvarandi tíma í fyrra og hittufyrra og aðeins 3 dauðaslys á móti 12 á samsvarandi tíma hin árin. Sá fyrst rók Íslendinga af vinstri vegarhelmingi yfir á þann hægri eftir gildistöku hægri umferðar 1968 og það á lögmætan hátt var Valgarð Briem formaður framkvæmdanefndar hægri umferðar á Íslandi. Valgarð, þessari breytingu hafði verið mótmælt meðal annars með þingsályktunartillögu. Hvernig stóð á þessum mótmælum? Ja, það stafaði nú fyrst og fremst að því að menn töldu að þessi breyting hefði það miklar breytingar á venjum manna í för með sér að það myndi valda mikil aukningu á tíðinni slysa, sérstaklega myndi meira háttar slysum eða dauðsföllum í umferð fjölga og þau höfðu verið á árunum áður þetta 18 til 20 dauðsföll hvert ár, dauðarslys og menn hugsuðu til þess með óhug að þeim myndi fjölga. En hugmyndir hægri umferð hafði komið upp fyrir stríð og þá mótmælti enginn? Nei, það sagt, það var búið að samþykkja það að taka upp hægri umferð á Íslandi áramótin 40-41 en af því verði ekki vegna hernámsbreta sem kyrðu vinstra megin og það þótti ekki gerlegt að vera að breyta miðað við hersetuna. Láta þá fara yfir til hægri? Nei, svo að þetta lá niðri alveg hreint fram til 66 en lögin hægri umferð voru samþykkt í mars 1966. Segðu mér, þessi breyting, hún kostaði mikla fjármuni. Í hvað fóru þessi peningar aðalega? Breytingin kostaði alls 68,5 milljón króna og af því fé fór langmestur hluti í að breyta strætisvögnum. Það þurfti að færa bæði stýrið til og hurðirnar og sumir bílana voru nú orðnir svo gamlir og lélegir að það þótti ekki svara kostnað að breyta þeim og þá fengu strætisvagnarnir bætur fyrir úreldingu þeirra. Nú þetta voru 25 milljónir sem fóru í þetta. Síðan fóru rúmlega 12 milljónir í að breyta gatnakerfinu og svo fóru allmikli peningar í fræðslu og upplýsingastarfsemi sem reyndar ekki var gert ráð fyrir þegar lögin voru samþykkt en var síðan ákveðið að taka upp að fordæmi Svíja sem að voru að breyta haustið á undan okkur. Árið 1968 var þýðingarmikið fyrir konur á Íslandi og þangað má rekja upp af þess sem koma skildi. Vilborg Harðardóttir blaðamaður minnist þess. Það var orðið þannig að maður hitti varla svo konur að það var ekki boblandi óánægja. Það var alveg sama hvaða hóp maður kom, hvort það voru kennarar eða blaðamenn, konur. Það var allstar þessi svona liggjandi óánægja og svona umtal það að nú verðum við eitthvað að fara að gera, hvað fara að gera. Fréttir aðgerðir kvenna í útlöndum höfðu enn frekari áhrif og 2 árum síðar urðu þáttaskil í sögu íslenskra kvenna. Þegar nokkrar þeirra þar á meðal Vilborg hittust á fundi í óeinréttuðum kjallara Norræna hússins. Og það var mikið rætt og hvað þetta að gera og það var ákveðið að taka þátt í fyrsta maígöngu verkalýðsfélagana og bara tróða okkur inn í hana og vera rauðum sokkum. Bæði í stíl við rauðsokkana í Bandaríkjunum en líka svona til að taka undir gömlu kvenréttindabaráttunum þegar oft var talað bláa sokka. Og þetta var fyrsta aðgerð kvennanna. Vitundarvakning þeirra var sterk og hörð afstaða var tekin gegn þeim. Fyrst vorum við bara hlælegar og það verið að gera grína okkur og segja alls konar brandara en svona smám saman þegar rann upp fyrir fólki þetta væri alvara þá sem sagt ímist þá nú kannski bara sumir sem að minnst mjög eðlilegt að konur sem ekki voru með og ekki voru farnar að hugsa þessa hluti
að þeim kannski fannst að við vorum að ráðast á þær, þó við værum alls ekki að gera, en þeim fannst stöðu sinni ógnað og einhvern veginn urðu þeir að verja sig og einhvern veginn urðu kallarnir að verja sig og þeir gripu til þessa og þeir gera það nú ansi mikið enn. Maður sér alltaf með konur til dæmis sem að sækja stöður og kannski standa framar köllarnir sem fá stöðurnar að þá alltaf svona látið liggja, já, hún svo erfið í samvinnu, hún svo geðvond og eitthvað, það eitthvað ljótt sem að samt hvergi skrifað. Þá köllum við til sögunar hljóma frá Keflavík, hina einu sönnu íslensku Bítla. Gunnar Þórðarson, guðfaðir hljóma, nefnir fyrsta kossinn sem dæmigert Bítlalag. Fyrsta kossinn, ég kyssti ljóðavanga, þennan koss ég vinn, munar daga langa. Ég sá þig kæra fyrstum kvöld í mæ. Ég var að koma rótum niður í bæ. Fyrir 25 árum átti Rúnar Júlíusson heim í þessu húsi hérna ásamt foreldrum sínum. Rúnar átti herbergi niður í kjallara og þar komu hljómar saman fyrst og æfðu. Upp úr þessum sama kjallara komu þeir 5. október 1963 til þess að spila í Krossinum sem þá var og hét. Og þar komu þeir, sáu og sigruðu. Af Krossinum í Keflavík ekkert eftir nema grunnurinn en hljómar urðu stjörnur á Íslandi og sennilega aldrei vinsælli en á árunum 67 til 69. Vorum engar Hollywood stjörnur eða eins og leiðis. Þetta var, við hafðum það gott. Já, en við unnum mikið líka. Hversu mikið? Já, við spiluðum, sko, kannski 2-3 mánuði í einu, 6 kvöld í viku. Árið 1968 voru hljómarkosnir hljómsveit unga fólksins í Austurbæjarbíó í annað sinn. Þeir ærðu ungu kynslóðina á hljómleikum og dansleikum og þetta eitt nægði til þess að ungar stúlkur urðu máttlausar í hnjánum. Næsta lag sem við leikum í hinu svokallari Tamla Motown stíl. Það heitir á frummálinu Little by Little en Ómar Ragnarsson kallar það Æsandi fögur. Æsandi, 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 æsandi fögur. Æsandi, 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 æsandi fögur. Daginn fyrst ég sá draumfara stúlku og dáleitur var þá já af því hún var alveg æsandi. Æsandi, æsandi, æsandi fögur og upp frá þeirri stund aldrei verð ég samur og undan fyrsta fund ég aðeins dreymi af því hún var svo. Æsandi, æsandi, æsandi fögur. Ég heimi í alveg ólýsandi sælu ég svífum. Stað og stund ég gleymi. Stórfenglega og dásamlega konu ég dreymum. Æsandi, 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 æsandi fögur. Æsandi, 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 æsandi fögur. Og ekkert veit ég enn hvað á til brás að taka og allur inn að brenn og sennum trillast af því hún svo. Æsandi, æsandi, æsandi fögur. Ég heimi í alveg ólýsandi sælu ég svífum. Stað og stund ég gleymi. Stórfenglega og dásamlega konu ég dreymum. Eins og Lazarón, engu hér ég sinni og harði geggja flúna því að elska þykna drauma því sem Æsandi, æsandi, æsandi fögur. Æsandi, 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 æsandi fögur. Æsandi, 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 æsandi fögur. Æsandi, 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 æsandi fögur. Við vorum með bæði lög náttúrulega af okkar hljómplötum á efnisskráni og síðan lög annara manna
eins og við vorum með lag sem hét Good Vibrations sem dálítið táknrænt fyrir þennan tíma sko. Og lögðum okkur mikið í líma við að gera það sem best og tókst mjög vel upp. Það var ekkert svona æsingalag heldur, var það bara mikið af röddum sko. Þetta tímabil átti sko að fara og útvika harmoníuna meðal fólks. Af hverju varstu svona að reyna Beach Boys? Mér var svo gaman að röddunni á þeim. Það var eiginlega eina hljómsveitin sem var svona með margraddara söng. Það er nú sko eiginlega beint frá Bach því að aðalmaðurinn í Beach Boys hann stúderaði Bach. Beach Boys höfðu Bítlarnir mest áhrif á hljóma. Árið 1968 gáfu þeir út plötu og þá hafði Shady Owens reyndar gengið í lið með þeim og þar þykir Gunnari þetta best. Tchaikovsky, það sem Tchaikovsky sendi sem við poppuðum upp, það er það besta lagið. Og hét? Að kvöldi dags. Það var nú kannski ekki beint töffeiti sem var í gangi, þá var þetta voðalega svona friðelskandi tímabil. Þetta var allir friðarmerki og það var ýmsar blikur á lofti það, allir á móti stríðinu í Víetnam. Og síðan var litadýrðin alveg gífurlega mikið. Þetta voru róttækir tímar og hljómar rétt eins og aðrir opnir fyrir nýjungum. Í Svíþjóð árið áður, eða 1967, kynntust þeir hassreykingum. Okkur var aðvendur þar rótari, sænskur. Og hann var með þetta og við vorum náttúrulega búin að heyra það svona þetta væri mjög spennandi efni og ég meina annarkvort sko gerur það eða þú ert bara mér að þú varst að prófa þetta. Þess að það er maður með mönnum? Já, þetta bara fylgdi því sko varstu með því hvað það var að ske og hérna við fengum prófum þetta hérna ángan. Hlóðum held í 2-3 tíma upp í rúmi eftir fyrsta skiptið. Svo var það nú ekki hlegið eins mikið seinna. Árið 1968 markaði þáttaskil í sögu þessarar geysivinsælu hljómsveitar. Þá fæddist hugmyndin að nýrri hljómsveit og árið 1969 lauk 5,5 árs ferli Keflavíkur Bítlana. Og það var nú konar nýja stefnur sem hljómar kannski bössuði ekki alveg inn í. Blönduðu saman tveim hljómsveitum, Flowers og Hljómum og gerðum eina sem varð Trúbrot. Og það var svona ýmsir sársauki sem fylgdi því. Hljómar skemmtilegri tímabil, Gunnar? Já, miklu skemmtilegri tímabil. Hvers vegna? Já, það var bara einhvern veginn bjartar yfir í minningunni, sko. Það er meiri svona kraftur í okkur. Hitt var meira vesinn, það var miklu meira vesinn í kringum allt í Trúbrot. Við vorum miklu meira einhuga hljómar. Og ég við erum svo yfir máta ástfanginn, þó þú sért bara 16, þá ég þó orðinn 17 síðan í haust. Þú og ég við gætum svo auðveldlega gift okkur, þó að við séum þá vil ég vina mín þinn gæta skilyrðislaust. Sá dagur koma mun, þá eldri
Ránmorð var framið í Reykjavík snemma að morgni hins 18. janúar. Þá var Gunnar Tryggvason, leigubifreiðarstjóri, myrtur og rændur í bifreið sinni skammt frá gömlu sundlaugunum, milli Bugðulækjar og Sundlaugavegar. Morðið var framið með skambissu og mun Gunnar heitinn hafa látist samstundis en hann var skotinn í hnakkan. Þrátt fyrir umfangsmikla rannsókn fannst ekkert sem gefið gæti til kynna hver framið hefði þetta óhæfu verk. Þraut leitað var í grennd við morðstaðinn og í bifreið Gunnars heitins en allt kom fyrir ekki og er morðingi hans enn ófundinn. Tugir manna voru yfirheyrðir í sambandi við málið og óteljandi kviksögur komust á kreik en enn er málið óupplýst sem fyrir segir. Einstaklingar mega ekki eiga eða hafa í fórum sínum skambissur og þegar tilmæli komu frá dómsmálaráðuneytinu að menn skiluðu slíkum vopnum, barst mikið af allskyns skotvopnum meðal annars gamlar vélbissur. Eins og framkom hér áðan voru allar skambissur í landinu innkallaðar eftir morðið á Gunnari Tryggvasyni. Við vildum vita hvort þessar bissur væru ennþá til. Svo reyndist vera. Þær eru geymdar í stórri kistu í rammgerðum klefa á bak við tvennar þykkar stálhurðir í kjallara lögreglustöðvarinnar í Reykjavík og við fengum góðfúslegt leyfi lögreglunnar að mynda byssurnar og nutum til þess aðstoðar Jóns Bjartmars aðstoðar varstjóra. Við spurðum hann fyrst hversu skilvísi Reykvíkingar hefði verið, hve mörgum byssum hefði verið skilað 1968. Já, þeir hafa verið mjög vel skilvísir því að það komu inn 150 skambissur. Og einhverja fleiri? Og það komu inn 4 vélbyssur, 10 rifflar og 10 fjórbyssur. Nú hafið þið geymt þessar byssur frá árið 1968 í kistunni sem við sjáum hér. Geturðu lýst fyrir okkur nokkrum tegundum? Það er til dæmis þessi vélbyssa. Hvaðan kemur hún? Já, þetta er þýskbyssa, MP40, almennt kölluð Smæsser. Hvernig hún hefur komið til landsins veit ég ekki, hvort að hún hefur borist hérna með bandarískum hermönnum eða eitthvað slíkt. Og þessi tegund var notuð í heimsstyrjöldinni síðari? Já, hún var mikið notuð í seinni heimsstyrjöld. Og þá meðal annars af SS-sveitunum, var það ekki? Jú. Já. Nú af þessum skambissum, ætlar að sýna okkur eina eða tvær, Coltin eða einhverja aðra? Já, þetta er amerísk Colt, kaliber 38. Hún var hálf léleg þessi. Væri ekki til mikill að verka? Ekki til brúks. Nei. Nú, þá vorum við líka með hérna aðra þýska, þetta er Luger. Þessi var mikið notað í seinni heimsstyrjöldinni líka. Og þetta þóttu góða byssur, var það ekki? Jú, það er þykir jafnvel enn. Þó það sé nokki framleiddar í dag. Nei. Nú, einhverja fleiri tegundir? Hér er P38. Það er líka þýskbyssa sem var notuð í seinni heimsstyrjöldinni. Og er hún þekkt fyrir einhverja eiginleika? Já, þetta er svona automatskambissa. Hún var mikið notuð af yfirmönnum í þýska hernum. Geysilegt vatnsveður gekk yfir sunnan og vestanvert landið í lok febrúar. Höfðu þá lengi verið frost en skyndilega komu leysingar. Jarðklækinn þiðnaði ekki en leysingarvatnið rann á yfirborðinu og ruddi sér farvegi fram til sjávar. Elliðaárnar í Reykjavík, þessi sakleysislega smá á, urðu að beljandi stórfljóti í þessum mestu flóðum í manna minnum hér í grennd við höfuborgina og tíma rann yfir Elliðárbrýrnar á Suðurlandsbrautinni og að kveldi 27. febrúar varð lögreglanum hríð að stöðva umferðum brýrnar en þar var þá talsvert jakarhöngl. Vatn byrjaði fljótlega að renna yfir Elliðárstífluna og var tíma óttast að stíflan myndi bresta. Var þá skarð sprengt í hlaðin vegg við stífluna en vatnið sá svo að stækka skarðið og stíflan hélt þótt vatnsflaumurinn væri gífurlegur. Veginn tók af báðum megin við vatnsveitubrúna svokölluðu ofan við stífluna. Þess má geta að venjulegt rensli í Elliðaánum er 5 teningsmetrar á sekundu en í þessum flóðum varð rensli 200 teningsmetrar á sekundu, það er að segja að það fertugfaldaðist. Í þessum flóðum mengaðist drykkjarvatn Reykvíkinga og mátti drekka vatn ósoðið. Víða í borginni var að auki vatnslaust. Hesthús ofan við Elliðaárnar voru hríð umflotin vatni. Á fyrsta degi flóðanna reyndu hestamenn að komast í húsin til að bjarga hrossonum sem sum stóðu í vatni upp undir kvið. Það tókst ekki en mjóu munaði að þá yrði slys vatnsflaumurinn greip mann var á leið í hesthúsin. Með snarræði tókst þó að bjarga honum frá drukknum.
Daginn eftir var vatnið lítið eitt farið að sjatna í ánum og tókst þá að komast í hesthúsin og voru hrossin reikin á þurrt. Gekk það greiðlega en þau urðu að fara á sund þar sem annars venjulega vel vætt á örgrunnu vatni. Ekki urðu vatnsflóðin minni austanfjalls. Mikið tjón varð af völdum vatns á Selfossi. Rennslið í Ölfusá komst upp í 2000 teningsmetra á sekundu en meðal rennsli í kringum 350 teningsmetra á sekundu. Þannig hagaði til þar eystra að klakastífla myndaðist í ánni skammt fyrir ofan Kauptúnið og þegar hún svo brast varð mikið flóð. Flæddi þá vatn inn í það bil 30 hús á Selfossi og urðu margir þar fyrir þungum búsifjum og tjón varð mikið á innanstokksmunum og húsum. Vatn hafði aldrei áður flætt inn í sum þessi hús, þótt oft hafi Selfyssingar orðið fyrir barðinu á Ölfusá í flóðum. Sumstaðar á Selfossi varð fólk að flýja hús sín miðja nótt vegna vatnselgsins. Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, lagði hornstein að nýju stöðvarhúsi við Búrfell og 12. október var vatni hleypt á kerfi vatnsveitu Vestmannaeyja. Vatnið tekið úr landi Merkurbæja undir Eyjafjöllum og leitt til sjávar Landeyjasand og þaðan neðansjávarleiðslu til Eyja. Þrátt fyrir ótíð í efnahagsmálum, atvinnuleysi og nokkurn landflótta lét tískuheimurinn sér hvergi bregða. Heiðar Jónsson Snirtir sérfræðingur í öllu sem að þessu lítur. Hann orðar það sem svo að tískan fyrir 20 árum hafi verið elegant. Það var náttúrulega óskaplega mikið stutt, það var mikið, það eru margir sem muna ábyggilega eftir því að það voru siffonkjólarnir sem voru eins og tjöld með semilíustein í hálsin í svona eiturgrænum litum og hárið tekið upp í slöngulokka sem vafðust upp allt höfuð og síðan var svört lína í kringum augun, alveg massíf og sem sagt mikil málning og konur sem komu fram á sviði að þær stiltu sér þannig upp, það settu svona tót á munin á sig og stiltu sér með mjög muna vel fram. Og ja, það var svona þessi, já, svona svolítið Marilyn Monroe stíl yfir hlutunum. Skemmtileg, var þetta skemmtileg tíska? Þetta var mjög skemmtileg tíska. Þetta var tíska sem gerði það verkum að unga stúlkur, já, konur á öllum aldri urðu voðalega beautiful. Þetta var voðalega beautiful tíska. Og svo var náttúrulega þetta mótstand því að svo komu það sem sagt í ljótu kápunum og mussurnar voru aðeins að byrja og það sem eitthvað var að skeia í sambandi við tísku þá stóðu jafnvel nokkra konur fyrir utan með spjöld. En kallmenn, hvar voru þeir í þessu öllu saman? Þeir voru ennþá á lakrísbinda tímabilinu að mestu leyti. Það þótti voða hneykslanlegt þarna hvernig strákarnir til dæmis í hljómum og svona hvernig þeir klæddu sig. Það voru ekki margir sem fylgdu því eftir. Það var svona svolítið. Nælonskyrturnar voru ennþá. Tískan eitthvað fyrirbæri sem heldur alltaf velli, þrátt fyrir allt? Verður hún aldrei ýtt til hlíðar? Já, hún verður alltaf að halda velli. Hún er sem sagt svo mikið bara þjóðfélagslegt atriði. Þetta ár var Ungfrú Ísland valin með pompi og prakt og í Austurbæjarbíói var ung stúlka Sofía Vetholm frá Eskifirði valin fulltrúi ungu kynslóðarinnar. Jú, fekk verðlaun og fekk skólaverðlaun í Englandi og var þar á sumari. Hvernig var þetta tekið á Eskifirði þú komst aftur? Það var vel. Breytti þetta einhverju í lífiðinu, varstu það? Engu, ekki neinu. Hvað fórstu svo að gera á Eskifirði? Svo fór ég hana út og kom heim aftur og ég held áfram að vinna hana í Öslundsíðinni og svo vann ég í pöntunarfélaginu og svo flutti ég hingað suður 1970. Og hefur verið hérna síðan? Já. Og nú áttu fjölskyldu og börn? Já. Hvað stór fjölskylda? Það 3 börn. Ertu heimavinnandi, Sofía? Já. Manstu hvernig 68 var hjá þér? Það var mjög rólegt ár. En ég man eftir því ég var úti að þegar innrásin var í Tékkóslóvakíu þá hafði áhrif á stúdentana sem ég var með frekar og svona kannski var meira vel við að gegnum þá. Manstu hvernig það kom fram? Já, það voru aðalega kannski hræddir sem til breiðast út til fleiri landa. En hérna heima, hvað varst þú svona að hugsa á Eskifirði 1968? Manstu það? Hvað þú ætlaði þér og svona? Nei, bara láta þetta ganga sem ganga. Eins og það gerst. En var ekkert verið að mótmæla þessum keppnum á þessum tíma? Það var ekki byrjað svo mikið þarna. Það byrjaði meira svona í kringum 70. Að þá var þetta ennþá róttækara. Ég þykist nú vita einhvern tíma því að þú var svona fremstur í flokki í einhverju fjögursamkeppni hérna á Íslandi. Þá hefur konaði staðið fyrir utan í allt fyrir verðindegum. Ég beið eftir að blaðamenni kæmist í það. Það var í Háskólabíó. Og hvað var það? Nú erum við komin í það. Það var 72. Það var 72. Þá var það orðið mikið mál. 71, 72.
og maður var svolítið nervus við að blaðamenn kæmist í þetta. Kona mín hefur aldrei verið neitt voðalega hlynnt fegurðarsamkeppnum sem hefur verið hluti af minni atvinnu. Hún stóð sem sé fyrir utan? Hún stóð fyrir utan með spjald og mótmælti því sem ég var að gera inni. Og það kom á sjálfu sér að ákveðnir dansar voru vinsælli á þessum tíma en aðrir, en tíðarandinn hafði hins vegar áhrif í þeim efnum. Já, á þessu tímabili hafði ég breytt svo litið kennslinni, sko, nú byrjaði ég að kenna dans 56 og í upphafi lagði ég ansi mikla áherslu á að kenna fólki almenna kurteis og slíkt. Á þessu tímabili þótti kurteisi ekkert sérlega fín. Það var ekkert að vera leggja neina áherslu á það. Þannig að sú stefna hafði áhrif inn í dansinn, að við hættum að vera með svona ákveðnu reglur þyrfti að endilega hneigja sig alveg og skila dömum til sætis og daman ætti að vera hægra með við herran og þá kendi ég þeim alltaf áður fyrir að herrarnir ætti að ganga nær götunni, daman nær vegnum og svona kurteisreglur. Þá var maður að fara að leggja þetta á hillunum vegna þess að fólk kærði sig ekki þetta. Nú aftur er þetta að koma fram aftur, að fólk vil fara að læra almenna kurteisi vegna þess að það finnur það eftir að fóra að jafna sig á þessu. Og þannig að það vantar eitthvað hjá okkur ef við ekki vitum þessar algengu umgengnisreglur. Það er betra að hafa einhver umgengnisreglur. Fyrstu vikunnar í febrúarmánuði árið 1968 verður lengi minnst vegna sjóslysana miklu sem þá urðu hér við land, en mannskaða veður gekk þá yfir norðan og vestanvert landið og hafsvæðin þar út af. Þá fórst vélbáturinn Heiðrún Önnur frá Bolungavík og með henni 6 menn, þar af faðir og 2 synir. Breski togarinn Kingston Peridot fórst með allri áhöfn undan Norðurlandi og breski togarinn Ross Cleveland sökk á Ísafjarðardjúpi, að því talið var með allri áhöfn, en togarinn ætlaði að leita vars á Ísafirði. Þá strandaði breskur togari Notts County á Snæfjallaströnd, en áhöfn varðskipsins Óðins tókst að bjarga öllum skipverjum utan einum sem lést af vosbúð áður björgun varst. Þótti þessi björgun mikið afrek. Talið var að togarinn Ross Cleveland hefði farist með manni og mús. Þann 7. febrúar barst þó sú gleði fregn að einn maður hefði komist lífs af, Harry Eddom, að nafni 27 ára gamall og fyrsti stýrimaður borð. Breska blaðið The Sun keypti einkarétt á að birta myndir af endurfundum Eddoms við konu sína sem blaðið sendi á sinn kostnað til Íslands. Fjöldi blaðamanna var í Keflavík þegar frúin kom, en gildvaxnir útsendarar blaðsins Sun meinuðu fréttamönnum að hafa talavenni. Var þar mikill handagangur í öskunni, stimpingar og pústrar. Ekki tók svo betra við þegar frúin kom til Ísafjarðar. Þar ruddust vendarar hennar inn á sjúkrahúsið þrátt fyrir bann sjúkrahúslæknisins og neittu aflsmunar gegn hjúkrunarfólki til að ná myndum af endurfundum þeirra hjóna. Það þótti einstætt að Eddon skildi komast lífs af. Félaga hans 2 sem með honum voru í gúmbjörgunabát létust úr vosbúð, en þeir voru 10 stundir að velkjast í bátnum. Að landi kom Eddon í Seyðisfirði við Ísafjarðardjúp og leið langur tími þar til hann gat gert vart við sig. Þótti hann hafa sýnt einstæða karlmennsku og það ganga kraftaverki næst að hann skildi komast lífs af. Stúlkurnar hjá talsambandinu við útland fundu fyrir okkur símanúmer Harry Eddoms þar sem hann skráður til heimilis í lítilli útborg Hull. Hann var ekki heima þegar við hringdum, en móðir hans svaraði í síman. Hún sagði okkur að Eddom hefði farið fljótlega á sjóinn aftur eftir að hann kom frá Íslandi, honum hefði ekki orðið meint af orkinu endar haustmenni. Hann hefði sótt aftur á Íslandsmið og starfsmenn landhelgisgæslunnar hafa tjáð okkur að þeir hafi iðulega heyrt í honum í talstöð í þorskastríðunum. Móðir Eddom sagði okkur einnig að eftir sigur Íslendinga í 200 mílna stríðinu hefði Hull-togurunum verið lagt smátt og smátt þeir seldir eða rifnir í brotajárn. Þetta hefði haft í för með sér mikið atvinnuleysi hjá sjómönnum og fiskvinnslufólki. Hún var svolítið bitur þegar hún spurði hvort Íslendingar gerðu sér almennt grein fyrir þeim afleiðingum sem þessi atburður, það er stöðvun veiða Breta á Íslandsmiðum, hefði haft á líf hundruða karla og kvenna í Hull og Grímsby. Hún sagði að Eddom hefði ráðið sig sem skipstjóra á mælingaskip, en síðustu 5 árin hefði hann verið skipstjóri á vöruflutningaskipi í Sádi-Arabíu. Hann kæmi heim 2 á ári. Hann hefði orðið fyrir alvarlegu áfalli í mars í fyrra þegar að kona hans lést, en það var einmitt hún sem kom með blaðamönnum The Sun hingað til lands. Móðir Eddoms talaði hlýlega fólkið á Ísafirði og þá einkum Úlf Gunnarsson lækni og hafði frétt af andláti hans. Hún bað fyrir kveðjur til aðstandenda Úlfs. Svo sem fyrr sagði þótti björgun skipbrotsmanna af Notts County vera hið mesta afrek. Bretar sýndu Óðinsmönnum mikla viðurkenningu. Stýrimennirnir þeir Sigurjón Hannesson og Pálmi Hlöðversson höfðu boðist til að fara á gúmbát yfir í togaran á strandstaðnum
og hlutu þeir fyrir afrek sitt æðsta heiðusmerki sem Stóra Bretland veitir fyrir björgun úr sjávarháska, sígalandri orðuna úr gulli, en henni jafnað til Viktoríu krossins á stríðstímum. Sigurði Árnasyni skipherra var veitt orðan Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire og hann eini Íslendingurinn sem hlotið hefur hergráðu þeirrar orðu, en hún meðal æðstu heiðusmerkja sem Bretadrottning getur veitt. Einnig hlutu þeir félagar viðurkenningu frá borgarstjórninni í Grímsby. Líklega gera fáir sér grein fyrir því hve mikið afrek þessi menn unnu í hvassri norðaustanátt, 12 stiga frosti og snjókomu á Ísafjarðardjúpi fyrir 20 árum. Við erum nú komin borð í varðskipi Tí í Reykjavíkurhöfn, en þar tókst okkur fyrir nokkrum dögum að ná saman þeim Sigurði, Sigurjóni Pálma og Brian Holt fyrir ræðismanni Breta á Íslandi. Sigurður Árnason var skipherra á varðskipinu Óðni og við spurðum hann hvort það hefði ekki verið erfið ákvörðun að reyna björgun við þær aðstæður sem áður var lýst. Víst var þetta erfið ákvörðun, en þetta var búið að hafa töluverðan aðdraganda og við reyndum hvað við gátum að verða mönnunum að liði sem voru þarna í nauð og ég ræddi þetta við Sigurjón og Pálma hvort þau vildu reyna þetta að fara á gúmbátnum yfir sem reyndu með þeim árangri sem alþjóð þekkir. Hvernig var aðkoman, Sigurjón? Þegar við komum upp undir togarana þá kom áhöfnin stormandi út úr brúnni. Við komum upp undir síðuna stjórnborðsmiðin á togaranum. Þar hékk trollnetið út úr lensporti á svelgnum og við bundum gúmbátinn í trollnetið og þeir komu þarna stormandi Bretarnir og það sem við vorum nú hræddastir við fyrst var það að þeir myndu nú bara stökka beint onni Zodiac-bátinn til okkar sko, sem að hefði náttúrulega verið afar slæmt því við höfum engin tök á að taka á alla í hann. Nú við síðuna á togaranum var uppblásinn gúmmíbátur á hvolfi og við byrjuðum á því að reisa hann við og ná úr honum sjónum. Tókum svo þann gúmmíbátinn annan gúmmíbátinn sem óuppblásinn var í Zodiac-bátnum og bundum gúmmíbátana síðan saman og létum svo Bretana stökka einn og einn niður og greipum þá þannig og komum þeim inn í gúmmíbátinn og síðan skiptum við því að það fóru 9 í hvort bát. Pálmi, hvað voruð þið fljótir að þessu? Ég man það nú ekki núna hvað það var. Það tók tiltölulega skamman tíma eftir að hún búin að þurrausa bátinn sem var á hvolfi og blása annan okkar bát upp og binda á saman að taka á móti mannskapnum. Þeir komu eins og Sigurðan sagði einn og einn og þeir eru ógulega, maður var í vandræðum að losna við á summa. Þeir fögnuðu svo, þeir faðmaði ykkur. Þeir faðmuðu okkur að sér þegar við tókum semst á móti þeim í bátnum sem var nær og þeir færðu sig yfir í ytri bátinn þá til að voru konirinn 8 eða 9 þangað að þá fóru síðustu 9 menninir, þeir fóru þá í bátinn sem var nær síðunni og svo var skorið á línuna og siglt og þeir dregnir út af varðskipi. En hvernig gekk að draga 2 gúmmíbjörgunarbáta á svona litlum bát? Það gekk þokkalega því að þetta var náttúrulega undan veðrinu að sækja. Var þessi vetur 67 til 68 var hann ekki mjög erfiður fyrir ykkur sem störfið í breska sendiráðinu vegna sjóslysana? Algjört martröð. Kanntu að lýsa því fyrir okkur? Hvað gerðist? Þið mistuð hver togarann á fætur öðru? 5 togarar. Ég man ekki nafnið á þeim öllum, það var Kingston Peridot sem hvarf með öllu bara og einn fyrir vestan og annan, ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var. Manstu nokkuð hvað fórust margir menn með þessum skipum? Í heild? Já. Í kringum 80. Ætlar þú að segja mér í stuttu máli hve mikill heiður var sýndur þeim þremenningum af hendi breskra stjórnvalda eða bresku krúnar þegar að þeir voru sæmdir þessum heiðursmerkjum? Já, alveg sjálfsagt. Sendiherrann, þáverandi, skrifaði skýrslu til utanríkisráðuneytisins í London og því líkt og annað eins hef ég aldrei lesið. Hann var ívist hrifinn af þessu, lýst þetta mjög vel og eftir skamma stund kom skeyti
þess efnis að heiðurinn hefur verið ákveðin. En orðina sem við fengum Pálmi og Sigurjón svo óvenjulegt að þetta einu orður sem gefið í Bretlandi sem þarf sérstak lög í parlamenti. Það svona þingið þarf að samþykkja þess orð. Þingið þarf að samþykkja það. Vitið töluvert eða nokkra stykki, jafnvel 2-3 stykki hér á Íslandi úr brons, 5 stykki sem ég veit úr silfrið, en þetta fyrsta skipti sem vitið úr gulli. Og síðan hefur þetta aldrei verið. 30. júní gekk íslenska þjóðin til kosninga forseta sinn í annað skipti í sögunni. Frambjóðendur voru 2, Dr. Gunnar Thoroddsen, sendiherra í Kaupmannahöfn, og Dr. Kristján Eldjárn, þjóðminjavörður. Mikill undirbúningur var fyrir kosningarnar af hendi stuðningsmanna beggja aðila og voru fundir haldnir vítt og breitt landsbyggðina og sjónvarp var eðlilega notað í fyrsta sinni í kosningabaráttu við forsetakosningar. Kjörsókn reyndist mikill, enda var veður gott og aðstæður allar eins góðar og ávarð kosið. Beðið var eftir fyrstu tölum úr Reykjavík með mikill eftirvæntingu, enda var vitað að úrslit þar myndu mjög ráða úrslit í kosningunum í heild. Fyrstu tölur birtust í sjónvarpinu klukkan rúmlega 11 og var þá strax ljóst að Dr. Kristján hafði allmikinn meirihluta í Reykjavík. Kosningaúrslitum í Reykjavík var lýst 2:30 nóttina og hafði Dr. Kristján þar mikinn meirihluta og skömmu síðar lágu úrslit í næstfjórðmennasta kjördæmi landsins, Reykjaneskjördæmi, ljós fyrir og hafði Dr. Kristján þar einnig mikinn meirihluta. Þurfti þá enginn að fara í grafgötur hver yrði næsti forseti Íslands. Heildarúrslit urðu svo þau að Dr. Kristján Eldjárn hlaut nærri 2/3 hluta allra greiddra atkvæða eða 65,6% en Dr. Gunnar Thoroddsen hlaut 34,4% greiddra atkvæða. Þegar úrslit lágu endanlega fyrir fjölmenntu stuðningsmenn Dr. Kristjáns að Þjóðminjasafninu og hyltu hinn nýkjörnu forsetahjón sem kom út á svalir og heilsuðu mannfjöldanum. Gísli J. Ástþórsson hóf ferilinn sem blaðamaður á Morgunblaðinu árið 1946. Hann var síðar ritstjóri Vikunar og Alþýðublaðsins, en lengst af hefur hann starfað á Morgunblaðinu og gerir enn. Einn af þekktastur Gísli fyrir teiknimyndapersónu sína, alþýðukonuna Siggu Viggu. Við báðum Gísla að setja niður á blað minningar árið 1968. Allt var á öðrum endanum, allt í kringum okkur út af Víetnamstríðinu sem unga fólki var búið að segja stríð á hendur, svo mætti orða það. Undir lokin fór þetta eiginlega alveg með Andri Jónsson forseta þó hann var hörku tól. Hann var einhvers á forhertasti pólitíkus á bandaríska vísu sem ég maður eftir. Hann á að hafa sagt einstaklega ógeðfellda náunga sem hann ákvað samt að dubba upp í ráðherra að það væri illskárra að hafa kauða inni í tjaldinu pissandi út úr því heldur hann fyrir utan tjaldið pissandi inn í það. Hér heima gat unga fólki vitanlega ekki apa það eftir hinum erlendu jafnöldrum sínum að tróða blómum í byssukjafta eins og þeir gerðu, en fatatískan friðarsinnanna bast hingað allt það, faraldur sem mér fannst eiginlega sem ráðsettum manni einkanlega ganga út á það að vera það sem kalla mætti vandlega druslulegur til fara. Það var allavega eins gott að Sigga Vigga sem ég byrjaði að teikna mér til afþreyingar í fyrsta þorskastríðinu skyldi vera komin í langt frí. Hinn æði fruntalegi vinnugalli hennar var sem sagt allt í einu orðin sá klæðnaður sem ungu kynslóðinni þótti hvað fegustur á að líta eða eftirsóknarverðastur að minnsta kosti. Eins og túnskís ljóð sem blærinn ber úr bleikri fyrða vængjum sér, líður mér í svefni hægt og hljótt, þín hvíta mynd svarta nótt. Kannski var það draumur sem gat ekki gleymt, en eitt víst að síðan í hjarta mínu reyn. Dvelst mér bak við hljóð og horfin ár, við hvítan sveið og dökkar brár, og
óttast aldrei framar fögra Þó að 20 ár séu auðvitað eins og ekki neitt í eilíðinni, það var tilveran fyrir 20 árum að sönnu allnokkuð einfaldri hér upp á Fróni í Reykjavík allavega. Menn þurftu ekki að fara huldu höfði þó að þeir ættu ekki bíl og kaupmaðurinn á horninu var ennþá sæmilega hress, þó hann glemdi að sjálfsögðu ekki að berja sér. Og það var ekki veitingahús á öðru hverju götuhorni, hvað þá kínverst, og ríkissjónvarpið okkar var svo kornungt að það var glæný reynsla að fá frambjóðandi flokkana inn í stofu til sín með andlitið löðrandi í brosum og augun barmafull af ástúð og umheitjum. En ég samt hræddur að obbanum af sjónvarpsgláburunum hafi þá sem nú þótt þetta harla fátækri skemmtun samanborið við steinaldamennina. Það ekkert nýtt undir sólinni og fyrir 20 árum var skollin á kreppa hér heima rétt eitt ganginn, rétt eins og núna. Ég hef raunað fyrir sagt að sveiflur af þessu tægi úr góðæri yfir í harðæri hafi alltaf verið gangurinn í þessu þjóðfélagi okkar, fiskimanna þjóðfélagi. Og fyrir 20 árum, rétt eins og í dag, fekk margur maðurinn slæma byltu og ekki síst smáfólkið sem vann við fiskinn til sjós og lands. Hitt svo annað mál að þeir stóru fóru þá ekki á kúpuna með jafnmiklum glæsibrag og núna, minnismaður þess að heldur að athöfnin væri þá jafnlítið feimnismál. Og þetta var pistill Gísla J. Ástþórssonar blaðamanns og rithöfundar því Gísli hefur jú skrifað 3 sjónvarpsleikrit og 7 bækur. En 3. september 1968 ákváðu stjórnvöld að leggja 20% skatt á allan ferðamannagjaldeyri og allar vörur sem teknar yrðu til tollmeðferðar. Þá voru erlendar skuldir þjóðarinnar yfir 12 miljardar íslenskra króna eða 60.000 krónur á hvert mannsbarn. 11. nóvember greindi doktor Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, frá ákvörðun gengislækkun íslensku krónunar. Hið nýja stofngengi 88 íslenskar krónur hver bandarísku dollar en það 35,2% lækkun frá því gengi sem í gildi hefur verið. Jafnframt hefur verið ákveðið að kaupgengi hvers dollars skuli vera 87 krónur og 90 aurar og sölugengi 88 krónur og 10 aurar en kaup- og sölugengi annarra mynta í samræmi við það. Mikill innbrotafaraldur gekk yfir höfuðborgina í haust og var brotist inn í hvert hús á fætur öðru og víða stolið miklu en þó yfirleitt enn meira skemmt. Miðvikudaginn 20. nóvember handtók rannsóknarlögreglan 2 menn í sambandi við innbrot og aðfaranótt föstudagsins 22. handtóku lögreglumenn á eftirlitsferð 3 menn á innbrotsstað. Kom í ljós að þessir 5 menn höfðu að einu viðbættum staðið fyrir flestum stærstu innbrotunum og fannst megnið af þýfinu hjá þeim. Voru þjófarnir settir í fangahúsið við Skólavörðustíg. Aðfaranótt sunnudagsins 8. desember beittu svo 4 þessara kumpána fangavörð ofbeldi og bundu hana meðan þeir flúðu brott úr hegningarhúsinu. Geysilegar öryggisráðstafanir voru gerðar enda sumir fangana þekktir ofbeldisverkum og strax kvöldið fundust þeir í sumarbústaði í Borgarfirði þar sem þeir höfðu brotist inn og hreiðrað sig. Voru þeir fluttir samdægus í fangahúsið að nýju og voru ekki eins borubrattir og þegar þeir brutust þaðan út fyrir morguninn. Einn af lögregluþjónunum sem tók þátt í þessari aðgerð, þar að segja að flytja ungu menn í hegningarhúsið aftur, var Erlendur Sveinsson, lögregluþjónn og yfirþingvörður. Þú ert að sjá þessa myndi í fyrsta skipti, Erlendur. Rifjast eitthvað upp fyrir þér af þessum atburði? Það rifjast upp fyrir mér atburðurinn sem slíkur. Við fórum upp í Borgarnes og sóttum mennina. Þá hefðu verið handteknir af lögreglunni þar. Í sumarbústað? Já, í sumarbústað. Og þið fluttuð á til Reykjavík, hvernig gekk það? Ferðin gekk mjög vel. Mennirnir voru afskaplega ljúfir á leiðinu og það var ekkert athugavert við ferðina sem slíka. En þeir voru greinilega ekki mjög borubrattir eins og Magnús Bjarnfreðsson sagði á þessum myndum? Nei, þeir voru það ekki og það nú venja að menn eru niðurbrotnir eftir svona upphlaup og tekur langan tíma að jafna sig eftir það. Hefur þú nokkuð getað fylgst með þessum mannum? Voru þetta síbrotamenn? Eru þeir orðnir góður og gegnir borgarar? Veistu eitthvað um það? Ég veit einn þeirra, sá sem var talinn hafa verið í forsvari fyrir þessu. Hann búsettur erlendis og ég veit ekki annað en að hann sé gegn og góður borgari þar.
Og hefur breytt lífsstíl og lífsstefnu eftir þetta? Já, sem betur fer þá gera það nú flestir. Þetta svona oft á tíðum einhver tímabil sem menn eru í þessu og flestir að rata hinn rétta veg á eftir. Það verður góður hestur úr galnum fola oftast? Oft það, já. 1. desember var þess minnst að fullveldi Íslands var 50 ára. Hátíðahöld voru allvíða og þessi mynd var tekin af skrúðgöngu austur á Selfossi í tilefni dagsins. Afmælisins var einnig minnst í útvarpi, sjónvarpi og blöðum, en Íslenska ríki gekkst ekki fyrir neinum sérstökum hátíðahöldum í tilefni fullveldis afmælisins. Pompadiri, pompadira, pompadiri, padirallalla. Sigga litla í lundin græna, pompadiri, padirallalla. Fóra ditta vín sinn væna, pompadiri, padirallalla. Og þar sem hún satar og beið hann sein, þá sopnaði undir stórri grein. Hey, pompadiri, pompadira, pompadiri, padirallalla. Því herrans árið 1968 verða þá ekki gerð frekari skil í kvöld. Við sjáumst aftur eftir hálfan mánuð, þá ætlum við að fjalla árið 1966, verið sæl.